viljum næst að beina spjótum okkar að hagsmunum öryrkja og fatlaðs fólks. Málefnahópur Öryrkjabandalagsins heilbrigðismál samþykkti fyrir nokkrum dögum á fundi ályktun þar sem lýst var áhyggjum af hærri heilbrigðiskostnaði öryrkja og auknum ójöfnuði í aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Og þessi ályktun kemur sumpart kannski þér svolítið óvart því við höfum svolítið verið að fylgjast með því núna í vetur alls konar upplýsingum frá flokki fólksins, Ingu Sæland og mörgum að öryrkjar séu alltaf að hafa það betra og betra. En þessi hópur hann telur að nýlegar breytingar á lögum sjúkratryggingar muni auka kostnað öryrkja og fatlaðs fólks. Og til að ræða þetta mál hingað komin sem og áhyggjur af ferðatryggingum. Hagfræðingur B. Gunnar Alexander Ólafsson, vertu velkomin. Já, þakka að kærlega fyrir. Hvað já, ég leyfiði mér að tala til áhorfenda þannig að það kemur okkur kannski svolítið á óvart þegar ég vitna til nýlegar ályktunar sem gefur til kynna að fatlaðir öryrkjar það sé verið að íþyngja þeim af því að mín tilfinning svolítið svo að við höfum séð fréttir umliðnum þingvetri sem hafi verið að bæta hlutskipti öryrkja. Það reyndar bara hárrétt nálgun hjá. Það var náttúrulega stóra breytingi var gerð sem kom til tók gildi 1. september í fyrra. Það var náttúrulega bara nánast nýtt örorkulífeyriskerfi. Og flestir öryrkjarnir alveg hækkuðu í lífeyri og kerfið var einfalda töluvert og bæting, það má alveg segja það að kerfið bæði einfaldara og eins og ég segi líka að það var hækkun. Kannski hækkunum var kannski fyrst og fremst í því að það var dregið úr skerðingum. Gamla kerfið var að vissan hátt óskiljanlegt og gegnsætt. Og hafði of mikið af svona innbyggðum skerðingum. Skerðingar greiðslufólk var sérstök framfærsluuppbót sem var sett á sínum tíma til þess að verja þá sem minnst höfðu lífeyristekjur en snerist upp í algjöran kurvu sína því að hún var dálítið grimm skerðing að hún ef þú fórst yfir ákveðið viðmiðunarmörk sem var mjög lág, þá skertist króna móti krónu svo kallar. Þannig að ef þú fórst 10.000 kalli yfir ákveðið viðmiðunarmörk, þá skertist þessi sérstaka framfærslu uppbót því sem nemur á móti. Já, þannig að hvatarnir til þess að reyna að bjarga sér eins og best má verða. Voru skertir gríðarlega og eiginlega bara reynt að passa upp á það að það voru mjög þröng lág skerðingamörk og ef fórstu upp fyrir þau þá var því refsat. Nýja kerfið tók aðeins á þessu og það vel og líka gert ráð fyrir því að til þess að mæta til dæmis fólki sem hafði vinnugetu að geta fara út á vinnumarkaðinn og haldið ákveðnum frítekjum varðandi atvinnutekjur og það vel. Það gerum enga rættusendi það er bara mjög gott sko. Síðan, það sem gerist í vetur var síðan líka að það var annað barnmál okkar sem náðist í gegn. Það var að tengja lífeyri við launavísitölu. Ég ætla nú bara að nota tækifæri og segja hér, þar fóru allt og margir fram úr sjálfum sér í þeirri umræðu. Umræður eins og að þetta myndi setja ríkissjóð á hausinn og guðum og vita hvað. Náði yngri átt. Ekki bara stutt í fordómuna, jafnvel fyrirlitninguna gagnvart fólki sem stendur veikufótum? Ég ætla bara að segja það. Mér bara fannst það að vera. Og birtist aðeins í þeirri umræðu sem þar var. Strangt tekið var það þannig að fram að þessari breytingum í launavísitöluna þá hækkaði lífeyrir samkvæmt einhverju vísitölu sem fjármálaráðuneytið gaf út. Það var alltaf skerðing. Alltaf skerðing. Það sem þetta að gera að tryggja það að lífeyrinn mun aldrei, þar að segja ef launin hækka eða fer í gang, hvað heitir þetta, hækkun launa umfram vísitölu, þá njóta lífeyrisþegar þess líka. Þetta ekki bara örorkulífeyrir, þetta líka ellilífeyrisþegar. Og þeir kannski njóta meir góðs af því en örorkulífeyrisþegar. Þannig að
Og svo þegar þetta var brotið allt saman niður og skoðað á hægri og vinstri og útskýringarna fengust, hvernig þetta virkaði, þá var kannski nettokostnaðurinn kringu 2 milljarðar. Þetta var nú allt og sumt sem rifist var Já. Og orðið eins og að þetta var að setja ríkið á hausinn og þetta myndi leiða til letja fólk til að bjarga sér sjálft og atvinnuþátttöku og þetta myndi fjölga örgjum og allt þar, þú veist, þetta var... Þessi ótti að fólk gangi sjálfviljugt inn í fátæktargildruna, lífskjara skerðinguna, félagslegu einangrunina, það líklegt? Nei. Herðu, þetta nú þannig að heilbrigður maður margar óskir. Veikur maður yfir eina. Hann á heilsu. Og ef þú stendur þeirri spórum að missa vinnugetuna, þá ferði ekki ákveðið ferli. Langt og strangt ferli. Þú byrjar á því að fara og taka út vinnu, það sem átt inn í veikindarétti hjá vinnuveitenda. Síðan getur átt einhvers konar sjúkrapeninga hjá stéttarfélaginu. Þetta getur verið á svona bylunni 6 til 1 ár eftir hvað stéttarfélagi og hvað þú inni hjá. Eftir það, þá ferðu til Tryggingastofnunar sem veitir þér endurhæfinga eða sjúkra endurhæfingalífeyri. Það getur verið á honum, svona meðaltalið, það eru svona 2 ár. Ef ekkert gengur upp, þá getur þú farið í og sótt örorkulífeyri og þá þarf það að fara í gegnum svo kallar samþætt sérfræðimat. Það eru 4 þættir metnir, læknisfræðilegi þættir, umhverfisþættir, einstaklingsþættir og félagslegir þættir. Allt þetta þarf að matcha saman og þá áttu rétt á, og allt gengur upp, þá áttu rétt á örorkulífeyri. Þannig að þetta ferli getur tekið nokkur ár. Og vel að merka sko tekur þínar fara náttúrulega að skerðast leið og mánaðar launatímabilinu frá vinnuveitenda er lokið. Já, algjörlega. Það er bara húrra niður og þá ertu kannski á lágmarks lífeyri, lágmarks framfærslu meðan að veikindaréttunum bjargaði smá en þegar hann dettur niður þá ferðu strax að finna fyrir lægri tekjum. Mér finnst þetta að vera dálítið svona að gera það einhverju dýrðarljóma ekki rétt. Við erum að verja ákveðin hóp en við erum ekki þetta er ekki eins og það sé bara biðruð hérna fyrir utan hjá TR á hverju mótna sem fólk vil komast inn á örorkulífeyri. Það er ekki þannig. Og bara með þetta, örorkulífeyrisþegum fjölgar ekki. Þeim fer fækkandi. Aftur á móti fjölgar endurhæfingarlífeyrisþegum sem bara vel. Við erum að gefa fólki tækifæri að fara í endurhæfingu, hún skilar árangri. Þannig að strangt að teki inn í long run, ef við horfum til framtíðar, þá erum við búin að búa til ákveðna hvata að fólk komist í endurhæfingu og á að geta ná sér aftur og strik og farið inn á vinnumarkaðinn. Mér finnst þessu umræðan sem varð kringum launavísitöluna hreinlega verið að tala þetta kerfi niður. Og mér finnst frekara við að bara gefa þessu, þetta er bara komið á þetta kerfi, þetta kom á núna september 2025, metið eftir 3 ár, ef þetta sé svona aðalegt eins og fólk telur, þá skulum við bara fara yfir þá og breyta því sem þarf að breyta. En mín tilfinningur svo að þetta er frekar að fara í hináttina, að þetta er nákvæmlega það sem við erum að biðja og þetta mun gera vinna í að því markmiði að við munum verja þá sem við þurfum að verja. Þeir sem þurfum að fara og vilja vinna með ákveðna tryggingu geta gert það og endurhæfingarlífeyrir mun halda áfram vinna því sem því er alltaf að vinna, að gefa fólki ákveðna vörn og svo ferða aftur inn á vinnumarkaðinn. Auka sveigjanleika og hreyfanleika. Og gamla kerfið, ég finnst þetta nánast að ákalla að fara aftur í gamla kerfið. Ég held að við vorum öll saman um það að það þjónaði engu tilgangi. Og engin ótti stærri en sko, ef marka má orð sumra pólitíkusa, er sko peningar sem fara í það sem við kalla bætur og sérstaklega ef það fer til fólks af erlendu bergibroti. Já sko, það er nú bara þannig að sem betur við erum búin að fá fullt af erlendu fólki hérna til þess að vinna og bara leið að það gerist aðalega vinnuráningasamningi hér á Íslandi og það er alltaf réttindi. Korsum okkur líka betur að vera.
Þetta bara alþjóðlega skuldbindningar og lög sem gildir landinu. Þetta eins og ég og þú farum út og farum að vinna hvar sem Þá eðlust við rétt daginn sem við fáum fyrsta launatjekkan í hendunar. Þau skrifum til launasamning. Við fáum rétt hjá því landi að sækja heilbrigðisþjónustu og fá félagslega þjónustu og félagslega réttindi. Þannig að enda eru við að gera viðkomandi samfélagi gagn með störfum okkar. Þannig að það ekkert skrítið að fáum einhver réttindi. Með sama hætti ekkert skrítið að erlent fólk sem kemur hingað svo 20.000 skiptir til þess að bjarga íslensku samfélagi að það fái bara réttindi. Já, bara alveg hárrétt. Hvað erfitt fyrir að skilja það? Það væri bara þannig að við höfum ekki þetta góða fólk sem kemur hérna og vinnur hjá okkur og heldur þá atvinnustiginu uppi og þeirri efnaðiskerfi sem við búum við í dag. Ef það væri brestur á og það kæmi sem kannski 50% farið fólk, þá væri verðbólgan hér ekki í 5%. Og hún var í 100%. Það væri svo mikill þrýstingur vegna þess að við höfum svo takmarka vinnuafl að launin myndi bara tjúnast upp. Þannig að við njótum margs góðs að þessu fólki fyrir utan fjölbreytnina sem við fáum með því. En hvað segirðu, hvað það þá, hvers konar áhyggjur þetta af sem þið eru að lýsa áður en við förum í ferðatryggingarnar sem við ætlum að ræða eftir? Sko, það voru samtidig þarna ný lög eða breytingar á sjúkratryggingum, tóku gildi núna, var samtidig núna og lögin voru samtidig þarna í þinglok núna síðustu, kringu 1. júní. Og það eru nokkra breytingar sem við stöldrum við. Annars vegar, eða fyrsta lagi það að komugjöld eru tekin út fyrir greiðsluþáttakerfi eða veitir rétt til afsláttar í kerfinu. Þetta þýðir komugjöld til sjúkraþjálfara, komugjöld til sjúkraþjálfara. Og þetta þýðir í rauninni það að í dag, þetta tekur gildi núna 1. ágúst, í dag þá sem sagt ferðu til sjúkraþjálfara og þú borgar kannski 1.000 krónur komugjald, svo borgaru 15 skall fyrir þjónustuna. Allt þessi 16 skall, 1.000 skall komugjaldið, 15 skall tími á sjúkraþjálfarinu, 16 skall samtals, það reiknast upp í afsláttastofnin. Þannig að með komugjaldinu ferði þetta alltaf fyrr upp í hámarkið. Þá ertu varin fyrir frekar útgjöldum. Ég held að hámarkið sé kringum 80.000, eitthvað svoleiðis. Með því að taka komugjöldin út, þá líður lengri tíma þannig til að fara upp í hámarkið. Það sem við setjum sérstaklega spurningmerki við að þeir sem nota þjónustu sjúkraþjálfara meira en aðrir eru einmitt fatlað fólk og öryrkjar. Og það er algengt að öryrkjar og fallar eru kannski að fara einu sinni í viku til sjúkraþjálfara. Fyrirgefðu það í skítinni, borgaðir þá komugjald í hverju einustu viku? Já, það er nefnilega þannig. Það er ekki bara eitt gjald fyrir allar komunar, heldur 1.000 krónur gjald í hvert einast skipti. Segjum svo þú ert að fara einu sinni í viku, 4 sinni mánuði, þá er þetta 4 skall á mánuði. Segjum að það er bara á ári 48 skall. 48 skall sem myndi fara og nýtast í afsláttatækið en nýtist ekki lengur. Þannig að von á allt að því við gerum könnun sem kom út núna í vor heilbrigðiskostnað og aðgengi heilbrigðisþjónustunni, þá leiddi svo könnunum ljós að öryrkjar og fatlað fólk er útsett fyrir meiri heilbrigðiskostnað en aðrir. Þá er þetta nú einmitt aðgerð sem ekki er að draga úr heilbrigðiskostnaði viðkvæmar hópa, heldur að aukan. Og þar með segjum við er að draga úr aðgenginu. Þú getur haft tvennskonar aðgengi að heilbrigðisþjónustunni, bara hvar viðkomandi heilbrigðisþjónusta er staðsett. Tökum bara Suðurnesjabæ. Það er nýkomin heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ. Það var ekki lengi þar heilsugæslustöð. Þannig að þegar fólk var að fara í mæðraeftirlit, þá þurfti að fara til Keflavíkur. Þetta er svona físísk staðsetning, físísk staðgengi. Núna er komin heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ, þannig að fólk þarf ekki að fara og keyra og vera með bíl til þess að komast til heilsugæsluna. Svo getur þú verið með kostnaðar eða greiðsluþátttöku. Það er hitt form aðgengi. Og það er rosalega fín lína hvar þetta á að liggja. En ef þú hefur kostnaðar á háan, þá dregur aðgenginu. Varðandi fatlað fólk og öryrkja.
þá er bara bein lína, bein tengsl á milli þess að þú hækkar tilkostnað fólks í heilbrigðisþjónustunni hjá þessum hóp, þá frestar það að dregur úr að fara. Lætur verkina yfir sig ganga, lífsgæðin verður alltaf skertari og skertari. Nákvæmlega. Óhamingjusamara. Hvert ertu komin í umræðinni? Nákvæmlega. Sko, þetta er áhugavert að því litinu til að félagsmálaráðuneytið er að kynna hérna nýtt kerfi almannatrygginga og er að gefa fólki kost á að fara með ákveðnu stuðningi inn á vinnumarkaðin. En margt fatlað fólk þarf ákveðna svona aðstoð, eins og sjúkraþjálfar til þess að halda sér virkni. Bara frábært að ná fólki aftur inn á vinnumarkaðin og í virkni og allt í góðu. En svo er hægri hinaðlinn sem er að draga úr þessum aðgengi á sjúkraþjálfurum. Þannig að það sem félagsmálaráðuneytið er að gera til þess að auka virknina er heilbrigðisráðuneytið að draga úr með kostnaðarhækkun. Vinstri höndin veit ekki hvað svo hægri görir. Stundum spyr maður sér og ég bara velti fyrir mig hvort að þau mætti ekki bara aðeins hittast. Ég held það. Örar og segja við ætlum ekki að þetta til hvað ár hefur þetta á félagsmálaráðuneytið og öfugt. Þetta er að það geti verið mjög góð hugmynd. Það myndi hittast. Já. Funda saman. En þetta er mjög slæmt í tilfelli öryrkjana og því að ég veit ekki hvort að þú mást eftir því, en á sínum tíma var samningsleysi sjúkratrygginga við sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og annað eins og þá voru þau svona aukagjöld og þau voru ofta tíðum bara ansi há. En með því að taka komugjöldin út, þá ertu dálítið að gefa sjúkraþjálfurum, ég ætla nú ekki að gefa en það að þeir ætla að gera það, en komugjöldin var ákveðin bremsa. Þeir gátt ekki hækkað upp öllu valdi. En núna eru þeir bara með frítt spil. Og þetta veldur bara óþarfa áhyggjum, ótta og kvíða hjá okkar fólki. Og það sem ég eiginlega oftast þegar svona breytingar eru gerða, þá fylgir einhvers konar kostnaðarmat. En í þessu tilfellu fylgdi það ekki, sem ég finnst miður og gagnrýni. Órökstudd aðgerð. Já, eiginlega. Ég ætla bara að bíða og sjá hvernig þetta kemur út, en sko, það er frábært að fólk getur farið til sjúkraþjálfara og auki sína virkni með aðstoð þeirra frábæri stétta. En með þessu erum við reynum að vera að draga úr aðgengi að þeim. Já, og það verða mismuna þjóðinni með vissum hætti, eins og þú bendir á að þarna er aukin þörf. Já. Og þið vísið til könnunar sem þið gerðuð þar sem sýndi að heilsufar fólks með örorku er marktækt verra en hjá almenningi. Já. Þriðjungur fólks með örorku frestar því að fara til læknis. Já. Fólk með örorku nýtir heilbrigðisþjónustu oftar en aðrir og fara oftar til sérfræðinga þar á meðal sjúkraþjálfara eins og þú hefur nefnt áður. Já. Og svo er það hérna með peningana eins og þú hefur talað að kannanir sýna að fólk með örorku bera að jafnaði hærri kostnað vegna heilbrigðisþjónustu en aðrir í ljósi lægri tekna. Já. Og hefur aukna þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og lyfjakostnaður og fleira er ónefndur í þessu sem er miklu þyngri á öryrkjum heldur en flestum öðrum. Þetta er bara mjög góð samantekt hjá þér og þetta er mjög alvarlegt að því að kannski, já það er alltaf, bjargfyrir trú mín og ég ætla bara að halda áfram að vera jákvæður og bjartsýnn að mér finnst að kerfið einmitt að einhvern veginn að vera hannað þannig að það miðar á því að lækka tilkost á fólks út af heilbrigðisþjónustu og sérstaklega hjá viðkvæmum hópum. Ekki aukan, lækkan. Og ég tel nú að þegar fólk sest niður og sér þetta kannski þá áttaði sig á sig að skipur ekki alveg réttilega hvað þetta snertir og það má breyta þessu. Svo er annað, það eru komur sjúkrabíla. Já. Segðu okkur aðeins frá því. Herðu, önnur breyting var að þú þarft að greiða fyrir komur sjúkrabílans án þess að þú ert fluttur á sjúkrahús. Okkur fannst þetta nú dálítið vel í lagt. Og þetta til dæmis getur hitt ákveðin hóp dálítið illa. Til dæmis flóaveikir. Þegar þeir fá flóavekiskast, þá er oft fyrstu viðbrögð fólk sem verður vitnað þessu að hringi sjúkrabíl. Já, langflestu gengur þetta bara hratt yfir. Nánast í öllum.
gengur bara yfir, standa upp og bara, það getur tekið einhverja mínútur. En eftir þetta þá kemur sjúkrabíllinn. Það ekki þörf á hans þjónustu, en sá sem fekk flóðvíkskastið, hann hringdi aldrei sjúkrabílinn, hann þarf að borga fyrir. Þá senda hún reikningin. Já. Og hvað kostar svona sjúkrabíll? Þetta fer aldrei undir, ekki bílnum 57.500. Myndi ég ætla. Sko, ég skil alveg sjálf sér pælinguna, en er það ekki gott eða hringt í sjúkrabíl og það þarf ekki á þjónustans að halda? Jú, ég myndi telja það. Og mér finnst þetta vera svona, ég held þetta sé ekki mörg tilfelli og mér finnst þetta vera, sko, það sem ég hrættastu við er að einhver segir nei, ekki hringi sjúkrabílinn. Akkurat. Sko. Skilur hvað ég meina? Til dæmis stundum við satt þegar þyrlurnar og björgunarsveitin að fara að leita einhvernum upp á jökli og akkur eru þau ekki bara rukkað fyrir þetta? Og þá er alltaf sagt, já, býtunum við, ef við förum að rukka fyrir hverju útkall sem kallað út, þá hringir enginn. Mér finnst þetta að vera alltaf svona svipað. Já, mér finnst mjög langsótt að einhverjum detti í hug að hringja á sjúkrabíl í einhverju bríari eða bara ganni sínu og það þurfi að koma í veg fyrir sjúkrabíla Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega bara þá bara að senda bara viðkomandi lögreglu og bara sekta viðkomandi. Já, væri það ekki bara þá einstakt mál, sko? Jú, einmitt. En þetta fannst okkur vera kannski, já, ég var ekki alveg hrifinn af þessari breytingu. Einmitt. Er það kannski eitt þá en atriði sem ég myndi vilja ræða við þig áður við förum í ferðatryggingar, það er sko, þið eruð eitthvað að tala þarna hámarkskostnað í greiðsluþátttökukerfi lyfja. Já. Það dúkkar upp breyting á greiðsluþátttöku lyfja. Aðeins, sko, í lyfjum eins og það er 2 greiðsluþátttökukerfi almenn á Íslandi. Annars vegar fyrir almenna heilbrigðisþjónustu, þeir eru fundir læknis og spítal og allt það, þessi komugjöld og þjónustan, svo greiðsluþátttökukerfi lyfja. Þau eru ekki alveg eins, máli samræmaði, en láta það lengur hluta það er efni í bara heila grein og heila þátt. En greiðsluþátttökukerfi lyfja er þannig að það er með hámarkstak. Þannig að þú leysur lyf og áður og veist af, þá ertu komið upp í ákveð hámarkstak og það sem eftir 12 mánaða tímabil færðu þau lyf sem þú færð ávísað eftir það þér að kostnaðarlausum. Svona vörn. En áramótin var tekin upp ný framkvæmd sem er framúrstefnuleg myndi ég nú segja. Svo ég nota nú eitthvað gott lýsingur yfir þetta. Og þá var hægt að greiða fyrir lyf sem voru umfram hámarkssamkvæmt ráðlögum skammti í markaðslyfi. Það er ekki teilagt. Geturðu nefnt dæmi? Þetta er hans ADHD-lyf. Já. Og okkur fannst þetta vera athyglisvert. Og þetta getur munað töluverðum fjárhæðum fyrir fólk. En það eru allir lyfjaflokkar undir. Þeir bara ákváðu að byrja á ADHD-lyfjunum. Geta verið verkileg, geta verið öll lyf undir að því þetta er bara opið hjá þeim. Og þá er hugsunin þannig að ef það er ávísað umfram ráðlagan hámarkskammт þá borgar viðkomandi sjúklingur þetta umfram hámarkskammtin. Nokkur atriði við þetta athuga. Fyrsta lagi tökum við í sundur hámarkstak lyfjakostnaðar. Hann á ekki lengur við. Það er miður. Það er bara stórt miður að við tókum það skref. Í annan stað er það þannig að eftir því sem við komumst næst þá var ekki haft samráð við fagstéttir eins og lækna. Það var ekki haft samband við lyfjafræðingan og apótekin. Þetta var bara sett og ætlast til þess að þetta myndi bara taka gildi áramótin. Í þriðja lagi, það sem við höfum, er að það er bara þannig að ráðlagður hámarksskammtur er viðmið.
þetta ekki meitla í stein. Nei. Og oft þegar fólk að hefja meðferðir og jafnvel þó að fólk í meðferð, þá getur oft krafist þess að þú ert á hærri skammti ráðlagður samkvæmt markaðsleyfi segir til og hérna einhver ákvörðun stjórnvalds að taka fram fyrir hendur til dæmis meðferðaráætlun læknis sem okkur finnst vera mjög íþyngjandi aðgerð. Í fjórða lagi, og nú kemur kannski það sem við erum að gagnrýna mest, eins og þetta fyrirkomulag og við erum búin að setjast yfir þetta, þá kemur þannig út að ef þú ert á þessum svokallega hámarksskammti, umfram hámarksskamt fyrir ADHD-lyfjum, þá getur haft þau áhrif á fjórða mánuð þarf þú að borga bara ADHD-lyfjaskammti sjálfur. Og oft á tíðum erum við að tala um þennan hóp sem vorum að tala um áðan í ályktuninni. En þetta hópur sem með takmarkaða tekjur. Það verið að íþyngja hans heilbrigðiskostnaði umfram það sem gengur og gerist. Og þá sem síst skildi. Það sem síst skildi og þeir eru ekkert að fela þetta. Þetta bara gert til þess að ná betur tökumötunum þessu útgjöld og hreinlega bara spara fé. Og ég set spurningum ekki við þetta vegna þess að mér finnst að þetta verið mjög þungaðgerð og miður að við getum ekki lengur sagt að við erum með hámarksþak á lyfjakostnaði einstaklinga. Mér finnst þetta að vera fyrir utan það, ef við förum í alls konar aðrar pælingar svo meðalhóf og annað eins, þá þetta mjög íþyngjandi ekki og þau geta náð markmiðum miklu auðveldari hætti, léttari hætti sem hefði ekki áhrif, svona bein áhrif á þá sem við nota lyfin. Eru þið búin að biðja fund með stjórnvöldum? Já. Og það verða fundir þess að þetta verður rætt en það tók tíma að fá fund til þess með sjúkratryggingum og en hann verður í haust, bara alltaf læg með það. En þetta komið til framkvæmda og við setjum stór spurningamerki við þetta og við teljum í raun að þetta ekki góð aðgerð. Okkur finnst vera að seilast ansi lágt. Svo ég segi það bara eins og Bara hljómar ekki vel. Nei. En segðu mér að lokum hérna Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá ÖBÍ. Hvað að frétta af ferðatryggingu? Herðu, ferðatryggingin dálítið áhugavert mál. Það reyndar mjög áhugavert mál. Í þessum breytingum og lögum sjúkratryggingar sem tóku gildi var samþykktu í þinglok, þá var ákvæði, og þetta fékk enga umfjöllun, sem dálítið áhugavert. Þá var ákvæði að ríkið hætti að það að segja að kostnaður vegna veikinda eða slysa í ferðum til landa utan EES-svæðisins verði ekki lengur greiddur af sjúkratryggingum. Það hefur semst verið greitt hingað til. Og þetta þýðir það að ef þú ert að fara til landa utan EES-svæðisins, eins og Bandaríkin eða Tyrkland, vinsæli ferðastaður á Íslandi, þá þarftu að kaupa þér tryggingu. Þú getur keypt það með gennum korti, eða með heimilistryggingunni hjá tryggingafélögunum, eða bara sérstaklega ferðatryggingu. Þegar þetta var samþykkt, þá átti þetta ákvað að taka gildi strax 1. ágúst. Og við settum strax út tilkynningu þegar við sáum þetta á vefinn okkar hjá ÖBÍ og eitthvað var þetta til þess að hreyfa við fólki vegna þess að það mér skilst að það reglugerð á leiðinu þar sem gildistökun verið frestað til 1. janúar 2027. Bara það allt í lagi, það fínt að þeir gáttu fresta gildistökunni, en við höfum margar athugasemdir við þetta. Í fyrsta lagi nefna tvær ástæður fyrir því að þetta stendur til að gera þetta og að þetta komið til framkvæmda eða þetta tíðkast ekki á hinum Norðurlöndunum. Ok, það svo sem allt í lagi. Hitt að þegar áætla þetta muni spara að bilinu kannski 95 til 100 milljónir ári. Þetta allir kostnaðir. En hverja hittir þetta? Þetta hittir fólk eins og fatlaða, öryrkja, fólk með langveika sjúkdóma, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, gamalt fólk. Af því að það segir nánast í öllum tryggingaskilmálum. Saman hvað tryggingafélag þú leita til, þá það alltaf með ákvæði
í skilmálunum að þó að þú kaupir ferðatryggingu, þá segir eitthvað, þetta bara mjög standard hjá flestu tryggingafélögum, kostnaður vegna hvers kyns slysa, veikind og sjúkdóma sem tryggður hefur notið læknishjálpar eða meðferðar við á síðustu 6 mánuði fyrir greiðslu staðfélagsgjald gildir ekki ef hann fer inn á sjúkrahús meðan á þessa stendur. Þannig að ef þú ert með einhvers konar og þessi ákvæð mun hafa það á verkum að eftir þetta þá auðvitað að fara til Bandaríkjanna og þú ferð til tryggingafélagsins og segir ég er að fara til Bandaríkjanna, ég þarf að koma ferðatryggingu, þá þarf bara að leggja mat á þína heilsu. Og ef þú ert með ekki alveg góður í heilsuna, þá bara hækkar iðgjaldið saman með það, gerir það verkum að hann verður iðgjaldið getur orðið það hátt að þú bara stendur ekki undir þinn kostnaði. Já. Ergo, við höfum ekki sömu tækifæri. Nei. Og þess vegna leist okkur illa á þessa lagabreytingu, sérstaklega ljósið þess að þetta er nú ekki stóra fjárhæðir. Nei. Að efnahagslega stéttaskiptingar á því ferðatækifærum. Heldur betur. Já. Og þegar þetta kom út og við settum þetta út á vefinn okkar, þá fundum við strax fyrir ótta og kvíða hjá okkar fólki. Og hann er ekkert farinn þó að það er búið að fresta gildistökunni. Hann er ekkert farinn. Og fólk er hrætt, það er ósagt og kvíðið yfir þessu og ég verði að fá ég get vottað það að ég verði að fá tölvupósta og síntöl frá fólki sem blaðamaður út af þessu. Þetta liggur í loftinu. Mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt að þetta skuli hafa sloppið svona og farið undir radarinn að þetta bara eins og enginn tók eftir þessu og hvað þá að gildistaka var þegar lögin voru samþykkt var strax 1. ágúst, þannig að þetta voru varla 2 mánuðir sem fólk hafði á sér sem betur eru þau búin að fresta gildistökunni. Það breyti því ekki að við erum nánast að vísa fólki á tryggingafélögin. Þau bara muni gera sína vinnu. En fatlaður og öryrkjar hafa bara ekki góða reynslu að kaupa tryggingu af tryggingafélögum. Og við tókum það fram í umsögninu okkar, við mótmæltum þessu og ég fór eiginlega dálítið í gegnum umsagnirnar og ég bara verða að segja við þessa lagabreytingu, ég verða að segja að það voru alveg ótrúlega margir í þessum geira sem bara kveiktu ekkert á perunni að þetta stæði til. Kannski var það dálítið óskýrt en við lásum þetta hjá upp í alveg og við vissum alveg hvað þetta þýddi. Þannig að, og þetta snertur okkur öll. Það snertur okkur öll og þetta er réttin sem við haft hingað til sem við erum að taka af okkur. Það finnst mér vera lykilatriði. Þetta finnst mér ljósi, finnst þetta ekki vera há upphæð, þá finnst mér þetta hefði bara ekki átt að koma fram. Ég segi bara hér og nú. Einmitt. Þú berð þá von í brjóstið að Eyjólfur hressist eins og sagði í fornum texta. Ég er alltaf bjarsýnn og ég trú alltaf á betri heim og ég vakna hverjum einast á morgni þakkláttur að takast á í daginn og ég veit að hver dagur ber eitthvað gott í skuti sér. Einmitt. Ég ætla að fara í sumarfrí með þessi hvetjandi orð frá þér í brjóstinu. Kæra þakkir fyrir spjallið Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá ÖBÍ og ég óska þér og þínum allsins besta. Sömuleiðis og margar þakkir. Takk. Og við erum ekki búin hér í kvöld eftir andartak nýr kafli, ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is